Komið sælir hlustendur góðir. Hér á eftir heyrum við upptöku sem gerð var á skemmtistaðnum NASA við Austurvöll á vetrarhátíð í Reykjavík 5. 17. febrúar síðastliðinn. Salurinn var troðfullur og stemningunni verður best lýst með því að leyfa ykkur að hlýða sem mest á upptökur frá þessu ágæta kvöldi. Hagyrðingar þeir sem við pallborð sátu voru Samúel Örn Erlingsson, íþróttafréttamaður, Þórður Helgason, kantmag, Ómar Ragnarsson, fréttamaður og skemmtikraftur, Ólína Þorvaradóttir, rektor og Hákon Aðarsteinsson, skáld og skógarbóndi. Eftir byrjun sem einkendist mest af hljóðtruflunum fékk sá sem sendi fólkinu hljóðið í salinn tök á tækninni. Tæknimaður útvarps reyndi að bjarga því sem bjargað varð inn á segulband og hann á enga sök á þeim slöku hljómgæðum sem hér koma fram alltaf annars slagið. En við verðum að una við það sem inn á tækin kom og látum vísurnar óma. Svona, þetta allt að koma. En þá kemur hér ein... Já, þetta allt að koma, sem sagt. Það þótti standa upp úr eftir að Davíð Oddsson hitti Georg... Við erum ekki búin. Nei, heyrðu, við erum hérna ennþá. Þetta voru alltaf... Við erum í miðjum framsóknarflokki. Já, heyrðu, við erum í miðjum framsóknarflokki. Þannig að við skulum bara... Og enginn vill yfirgefa þann flokk á þess að skaða nörlítið. Jæja. Ólína, gjörðu svo vel. Já, ég tek aðeins annan pól í hæðina. Í flokk og söfnuð segja má að sama merking verði lögð. Bilið ekki breytt að sjá, bæði eru trúarbrögð. Já. Hákon, gjörðu svo vel. Já, þetta var nú svona, ég voru veltið svolítið fyrir mér og bjó hérna til 2 vísur sem að eflaust geta nýst eitthvað í næstu kosningum. Þetta fólk sem bæn í hjarta ber og best mun þekkja andans stuldu heima, oft sinnist til fundar við þá fer sem flestir hérna búnir að gleyma. Hjá þessum sálum fylgi eflaust fæst og fáir seðlar myndu verða auðir. Það kæmi vel í kosningunum næst kysu líka þeir sem eru dauðir. Jæja, en þá En svo var þetta með framsóknarpólitíkina í Kópavogi. Þórður nú eitthvað eyðilegur út af þessu. En það var svona, þegar ég voru að smala þarna daginn, þá datt mér þetta í hug. Ekki var fjallana leiðin létt, lúmsk þar mörg forar díkin, en fallega smalaði fénu í rétt framsóknarpólitíkin. Já. Það þótti standa upp úr þegar Davíð Oddsson hitti Georg Tvöfaldvaf, eins og við kjósum að kalla hann. En Davíð fór út í þá sálma að mæra Georg Tvöfaldvaf fyrir mikið og merkilegt gáfnafar. Á meðan aðrir, ég bæði landar hans og bara fólk víða veröld. Fólk hefur talað mikið niður til þessa ágæta manns og sagt hann heimskan, svo vakt sér til orða tekið. Þannig að þetta þótti skjóta svolítið skökku við hvernig Davíð tók á málum. Það sem að gerðist svo nokkru síðar og ég núna aftur byrjaður að spyrða. Það var það að Davíð var á fundi einhvers staðar í Evrópu og í beinni sjónvarpsútsendingu þegar Davíð gekk í sal
þá var hann kynntur sem fyrrverandi forsætisráðherra Írlands eða eitthvað svoleiðis. Og ég einhvern veginn set þetta svolítið svona í eina atburðarás og bið ykkur að yrkja það og bið Hákon að byrja. Já, ég blandaði nú ekkert í Írland. Þeir eiga nóg erfitt þar. En þetta var nú svona hjá mér. Davíð fór í fundastús, fór það sem af honum og gáðurnar hjá Georg Bush gengur fram af honum. Og það eru hérna fleiri vísur. Eykst nú hróður okkar manns, er það sem af honum, að finna gáfur forsetans var frækilegt af honum. Og svo er ein hérna innan sviga, sem ég veit nú ekki hvort að, já, þið farið ekkert lengra með hana. Að finna visku fávís manns, frekar langt er gengið, sem var ljóst að heili hans hafði aldrei fengið. Ólína, gjörðu svo vel. Þetta er... Já. Þóttist Davíð þekkja venskl þegar mærðan gæjan, en Bush á Davíð bar ei kennsl bölvaður þótt hann sæjan. En það sem að Ólína sagði, það myndi mig á vísu sem var ort fyrir mörgum árum og ég hef nú leyft mörgum að heyra hana og hún er það að þeir fóru Gunnar Benediktsson og Thor Vilhjálmsson og Einar frá Hermundarfelli fóru til Kreml og þannig var að í sal þar satt Gunnar Benediktsson við háborð og fekk kampavín og kavíar en Thor Vilhjálmsson satt einhvers staðar út í horni og fekk gúrku og vodka og Thor fór og talaði við menn og sagði við þá að hvað vitið ekki hver ég er? Gunnar er bara að skrifa ósköp svona sósíalrealískar bækur og meðan ég er að skrifa alvöru dorranta. Og fyrir þessu orð var Thor Vilhjálmssoni varpað á dyr og þá orti Einar frá Hermundarfelli. Á Gunnari virtust þeir vita skil, þótt verðlaun hvorki né mútur þæjan, en þeir vissu ekkert að Thor væri til og trúði ekki þó þau sæjan. Þetta var nú svona smá útúrdúr. En við erum alltaf áfram að tala Davíð og Bush og allt það skemmtilega stús. Gjörðu svo vel, Þórður. Já. Mér datt þetta í hug. Sjaldan heimskan sýnist geiga. Sannast það nú einnig hér, en Davíð mega Írar eiga og einnig Dóra fyrir mér. En... Já, það vakti athygli á svokölluðum styrtatónleikum núna fyrir jólin þegar að Kristján Jóhannsson, þáverandi söngvari, sagðist ekki hafa fengið neitt greitt fyrir söng sinn eða sitt framlag. Og síðan kom í ljós að maðurinn hafi fengið, einhvers staðar las ég 1.700.000 fyrir sitt spangól og Kristján gekk svo langt í framhaldi af þessu að hann kallaði Íslendinga amatöra og sveitalubba og eitthvað fleira og mig langaði að heyra hvort að þið hefðu eitthvað þetta að segja. Mér finnst lykilorðið í þessu öllu vera ekki. Menn fengu ekki borgað, græddu ekki, okruðu ekki, sagðu jafnvel ekki satt og sumir segja að sumir hafi hreinlega ekki sungið og þess vegna var þetta til. Að þola ekki af styrtarsöngnum stórtjón, stjörnur skyldu vísast ekki gjöra,
Það ekki kostar 1,5 milljón að ekki syngja fyrir amatöra. Já, ég fór nú að reyna að sjá Kristján fyrir mér þegar ég var að semja þetta. Hann er dálítið eins og tenor eiga að vera, dálítið feitur. Illt er að vera amatör og ekki búa í svítum. En verra er að fara fýluför og flytja allan þennan mör og ekkert ber úr bítum. Það er náttúrulega alkunna að í fjöldamörg ár það hefur verið sagt Kristján, hann hefur stimplað sín í hjörtu landsmanna en nú fóru aðeins öðruvísi. Við sífrægum söngvaraskörtum og sá nú dálítið á pörtum og Stjáni söng en stefin röng og stimplaði sig út úr hjörtum. Já, af því þetta fjallar söngvara, þá held ég verði bara að setja mig í spor Kristjáns og syngja Hallgrímskirkju og Kastljósþáttinn. Og þá heitir þetta ekki Hamraborgin, heldur Harmaborgin. Nú að hitta þetta tóntegund. Harmaborgin mín rá og fögur, minnir á kvískur og kjaftasögur prísinn minn háa og harmleik gráan var hamast lengi. Þar var slegið á slæma strengi, Eyrún, í kastljósi fer ég í karp við Eyrúnu sem kaffærir mig. Í máli snúnu, þar hlæ og græt ég og hrellast læt ég af hennar táli. Hringurinn lokast í hörmungar máli og svo darraðar dansingstíinn, stofna mig birta og sól mín nýinn. Á prísinn minn háa og hráskinsleg gráan sló bjarmað háglósum. Eyrún, brjóstin loga, raun í sjómasalar ljósum. Þið eruð svolítið svipaðir söngvarar. Já, við getum báðið sprungið að háa síðan. Ólína, er hægt að yrkja eitthvað eftir svona? Ég getum ekki, nei, maður reynir allavega ekki að toppa þetta. Nei. En ég er líka með aðeins annað sjónarhorn, sko, því að... Betur fer. Já. Vegna þess að, sko... Annað sjónarhorn, þetta kemur nú hörður stað. Saga fræga okkar hjá Ólínu, sko. Já, kemur rétt á það. Heyrðu, þú verður að segja hana. En sko, já, ég er með annað sjónarhorn á þetta. Því að eins og við vitum, sko, þá liggur leiðin að hjarta mannsins í gegnum magan og Kristján hafði að orði að hans sérstöku harmkvæli í þessari heimsókn voru þau að þurfa að borða íslenskan mat og vera hér innan amatöra og sveitaluppa. Þannig að ég orti þetta. Hann þjakaður bjó við kreppukjör. Kristjáni fannst hann þurfa að gubba þeim íslenska mat sem amatör eldaði ofan í sveitaluppa. Þeim íslenska mat sem amatör eldaði ofan í sveitaluppa. Hákon Aðalsteinsson, gjörðu svo vel. Já, ég er hérna með 2 stuttar vísur. Það er hógværðin. Já. Flestir þekkja mátt þess manns og mikið vald á hljóði og eflaust kosta öskur hans að eyði digra sjóði.
Lítils met ég þetta þref, það verð ég að segja, en mundi borga meira ef maðurinn kynni að þegja. Já, Ómar, hefur við láta söguna koma núna eða á eftir? Við vorum búin að kynna upp í dag. Já, hefur við ekki bara bíða aðeins lengur? Jú, ég skal bíða. Já, halda spennu. En Þetta er bara smá forleikur fyrir ekki það? Já. En þannig var að Ólafur Ragnar Grímsson, forseti vor, var á Rás 2 kjörinn maður ársins núna síðustu áramót og mig langaði að vita hvers vegna og fyrir hvað og kannski þú byrjar að svara, Samúel. Örn. Já, sko, það er þetta með ári, síðasta ár, mér sést að núna sé ár Hanans. Ég, man ekkert hvað síðasta ári heitir samkvæmt kínversku tímatali, en fyrir svona, í mínum augum að þá var það ár Társins. Já, vegna þess að bæði kratar og fleiri felldu tár. En er ekki ár grísins? Krókódílstár yfir ímynduðum örlögum peningamanna, einhverja ríkustu manna landsins í fjölmiðlaheiminum. En er ekki ár grísins? En sem sagt, ár Társins, krókódílstársins og fjölmiðlafrumvarpið og maður ársins. Já, og þetta verður náttúrulega yrkja bara í orðastað forsetans og aðeins að reyna að ná tónum. Og áfram sigldu öll mín fley á ári Társins, mikilvægur mælti nei maður ársins. Já, það fékkst aldrei almennilega úr því skorið sko fyrir hvað hann var kjörinn maður ársins og það er þetta. Það kann að sýnast mikið bölvað blaður og bara nánast talsvert svínarí að vera ársins valdi besti maður vegna þess sem engi botnar í. Ómar, veit þú? Já, þetta er dálítið mikil saga. Þetta er heil saga árs, maður ársins, Ólafur á endanum var útnefndur við Davíð afar erfiður en ákaflega vel giftur. En sagan er þessi, þetta er sko ár sviptinganna, ár Ólafs, árið sem að við sjáum nýjan Bubba sem er ekki lengur með hanakamb og að berjast fyrir verkalýnum, þannig að úr þessu verður bara lítill drápa. Ólafur byrjar hann í Klettafjöllunum fyrir 1. febrúar, er á skíðum og þá er þetta einhvern veginn svona. Í Ameríku Ólafur stundi út af frægum ríkisráðsfundi því hjónin Fóivor og feikna reið fundin söng hann á þessa leið. Þar voru Halldór Blöndal, Davíð, Björn og Geir og báðir Árnarnir og líka ýmsir fleir og Jón Kristjánsson og Sturla Böðvarsson og Guðni Ágústsson en ekki ég. En á skíðum skemmt ég mér traralala. Davíð er gaga, ég skal hann baka, Dorrit hún er hér og sleikir fílun úr mér. En þá kom Davíð Oddsson og hann sagði: Þú ert nú soddan eimingi og emjandi og vælandi en með stóru tá ég stíg á þig, hí á þig. Og hvað gat nú Ólafur gert varnarlaus út á miðri götunni? Hann dó ekki ráðlaus og sagði: Lokk, lokk og læs og allt í stáli, lokk, lokk og læs og allt í stáli, lokk, lokk og læs og allt í stáli, lokaði fjölmiðlamáli. En Bubbi Mortens hann endaði þetta með því að syngja: Stál og hnífur, stál og hnífur, stál og hnífur. Nei, Range Rover er merki mitt, merki auglýsingamannsins. Mitt er mitt og þitt er þitt, því að eignast hann átt ekki sjansinn. Bifreið á landbúnaðarvélar, túkall, notaði bílar á, túkall, bjóell. Ólína, gjörðu svo vel. Já, ég vil nú ekki láta tala illa um forsetann. Nei. Nei, ég var þá þenn. Nei, ég er bara
ætla að yrkja öðruvísi, minn mann. Hann er vel af Guði ger, glóbjart hárum enni, Ólafur af öðrum ber enda gáfum enni. Já. En Kristján, þá man ég eftir vísu sem að Hjálmar, dómkirkjuprestur, orti. Og eða ónefndur hagyrðingur. Já, hinn ónefndi hagyrðingur. Það var þegar Ólafur var nýorðinn forseti og Davíð hafði eitthvað haft á orði að hann þyrfti ekkert að hrópa húrra fyrir forseta vorum og ríkisstjórn því það væri punktur eða komma eða strik eða eitthvað þarna einhver greinamerki þarna á milli. Já. Munið ekki eftir þessar umræðu. Ó. Þá orti Hjálmar. Forsetan lofa laus við hik, leynast í honum engin svik, hér er þó ekki hægt vik, húrra, punktur, komma, strik. Minnir mig á það að ég var búinn að gera sérstak lag og vísu sem að Davíð ætti að syngja og með öllum greinamerkjunum sko. Já. Heill forseta vorum, komma Ólafi Ragnari, komma og fósturjörn. Punktur, Ísland lifi, húrra, 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 fyrir Íslandi. Já. Punktur. Já, punktur. Komma, strik. Hákon, gjörðu svo vel. Já, þetta ósköp einfalt hjá mér. Höfðinginn kosinn, háttaktaður, hann lenti efstur á blað, Ólafur Ragnar ársins maður, engin veit fyrir hvað. Stjórn verkalýðsfélags í Svíþjóð var staðin að því að hafa eytt miklum peningum í klámbúluferðir og súlurölt og áfengi og óhóflega neyslu alla og það fylgdi því í fréttinni að öll stjórnin var látin segja af sér og mig langaði að þið myndu yrkja ákveðat þetta athæfi. Ég ætla bara að yrkja verkalýðsbaráttuna hvað hún er erfið. Já. Vanþakklátt er það, finnst mér og ferleg pína, að fórna sér fyrir stéttarfélaga sína. Það virðist augljóst á vínbörum, knæpum og búlum að verkalýðsbaráttan er engin dans á súlum. Ólína, gjörðu svo vel. Já, fátt drætti fína er, fordild engin býður, við ekkert færað orna sér, allslaus verkalýður. Já, þetta var svona eins og endur á löngu kvæði. Gjörðu svo vel. Ég sleppti þessu. Þú slepptir þessu? Já, ég var þetta ekki, ég er sóknefndaformaður og ég... Síðan hvenær fór það að hafa einhver áhrif á yrkingar þínar? Vita, ég get vottað það að hann Hákon, hann er alveg einstaklega siðavandur á svona hagyrðingamótum. Ég veit það. Ég var vitna því á Vopnafirði einu sinni þar sem hann stýrði hagyrðingamóti og menn voru mikið farnir að klæmast og Hákon, sko, hann lagði sig mjög fram það að halda þessu öllu skefjum og settist svo niður eiginlega bara á dæsti þegar 40. klámvísan kom. Já. Og þá gat ég nú ekki stillt með að yrkja vísu Hákon. Það er eina vísan sem ég vort Hákon. Og hún er svona, leið hann dátt ljóða gátt, leikum mátti una, en harla átti Hákon bátt að hemja náttúruna. En núna sem sagt að yrkjum Hákon. Nei, en nú er farsíminn farin að hringja hjá Ómari. Nei. Og ekki í fyrsta skipti. Nei, það hefur gerst áður. Það hefur gerst áður, já. Ég ætla að sjá hvernig það blikaði mig maður. Nei, sko, mér er það nefnilega mjög minnist þetta varð atvik á sjónvarpinu þegar við Ómar vorum að vinna þar bæði. Það var einu sinni að Ómar var að koma allt of seinn eins og venjulega og við lásum fréttirnar saman, það voru alltaf 2 og 2 saman í settinu.
og allir orðnir mjög stressaðir yfir því að Ómar var að koma með eitthvað stór frétt og hann æðir inn í jöklagallanum 20 sekúndur fyrir útsendingu, úr gallanum, kemst í jakka en aldrei í buxur. Þannig að hann bara hendir sér í settið hjá mér og svo er bara 3, 2, 1 og ljósin á, útsendingin byrjuð. Þarna situr Ómar mjög reffilegur, sko, bara svuntan tekinn af og búið að púðra hann og byrja að lesa fréttir. Svo líður þetta nú og býður og við erum komin inn í miðjan fréttatíma og hann er að lesa eitthvað um stjórnarmyndun. Hann var alltaf með farsíma með sér, þá var sko stærði ferðartösku, hann var alltaf með þetta í hendinni. Hann hafði lagt þetta við stólfótinn og hann hafði bara gleymt að slökkva farsímanum. Allt í einu miðri útsendingu byrjar síminn að hringja. Já, þess vegna segja það hefði gerst áður. Þetta hafði nefnilega, þetta rifjaðist upp. Og nú voru góð ráð dýr. Ég sit við hliðina á honum og sé að hann er að lesa og ég er ekki mynd og ég byrja svona að láta mig síga undir borðið og undir borðið og á 4 fætur í myrkrið og fer að reyna sko að fálma eftir fjandann símanum. Og Ómar sem er nú ekkert, hann segist vera kýtlinn maður, en þannig að þetta var, ég dáist ennþá að honum, sko hann brá ekki svip. Nei, ég segi bara Clinton hvað? Svo endurtók þetta sig hér í kvöld þegar ég strauk honum bakið og ætlaði að fara að heilsa honum, hann tók ekkert eftir því. Það þýðir ekki einu svona strjúk honum. En þetta gerði séra Hjálmar, ónefndur hakringur, vísu sem að vera svona. Ólína beið á brettinu, býsna spert, því Ómar sat í settinu með setti bert. En Ómar, ég gerði sjálf. Ég heyrði að þú varst að rifja þessa sögu upp í útvarpinu í dag og þá datt mér nú í hug þessi vísa, satt að segja. Meinvill ég í myrkri lá, mátti þreifa en ekki sjá. Fálmandi svo fann ég þá, fæturna báða 2, nei, 3. Þú laust náttúrulega finna þá, mannst ekki söguna sem var áðan og Ómar má ekki lyfta neinu þungu. En eins og líður með ljóst þá er Tinna Gunnlaugsdóttir orðin þjóðleikhússtjóri. Kristján. Já, gjörðu svo vel. Þetta var ekki dótt í allt í einu hug vísa þegar þið voru að tala um þetta. Já. Sóknarnefndarformaður kom upp í þér. Já, sko, þarna sjáu þið nú hvernig... Ég er ekki sóknarnefndarformaðurinn upp í honum. Þarna sjáu þið hvernig hugarfærið er. Já. Ómar þráðinn ötull spann, á mér hárin rísa, ólína skreið undir hann, hér endar þessi vísa. Ólína skreið undir hann, hér endar þessi vísa. Sko, hún endaði, ég fór ekkert lengra út í þetta eins og þið sagði. Sóknarnefndarformaður tók í taumana. Já. En í Dagblaðinu sagði 2. desember árið 2004 lögreglan tók Ástþór alklæddan í bólinu. Ég veit það ekki, einhvern veginn, sko stundum þá eru svona fyrirsagnir þannig að maður bara efast að þær hafi verið skrifaðar af heilbrigðu fólki en svo einhvern veginn er eitthvað sem að bankar í mann og segir svona á maður ekki að hugsa. En ég fór að velta því fyrir mér, Samúel, viltu kannski segja okkur hver þín sýn á þetta mál? Já, þetta er náttúrulega fyrirsögn og mér fannst bara fínt að setja í þetta 2 fyrirsagnir. Orðaði náttúrulega dálítið betur. Ástþór hvíldi uppáklæddur upp á bæli, frambjóðandi bljúgur mæddur bað hæli. Já, þetta var náttúrulega alveg stórkostlegt, sko, að ráðast svona mannin í fötunum. Ég veit ekki af hvers konar hötum við kúgum, drepum og hötum, hvar sem á finna friðar sinna fyrir að vera í fötum.
kannski þetta bara svona sjaldgæft með friðarsinna, þannig að ég bætti við, nú alveg rétt að ræðum. Rosalegan fant, í Ásthór fannst í öllum klæðum aldrei svo vant. Ómar, gjörðu svo vel. Já, þetta Ásthór. Já. Ekki finnst mér kappinn klúr, né klæminn því, þar sem fara aðrir úr, fer Ásthór í. Já, fyrst fór ég nú að hugsa þetta hörmulega hlutskipti Ásthórs og svo fór ég náttúrulega að hugsa þjóðina. Þess vegna urðu 2 vísur. Fokið nú flest í skjól og fölnað unaðs veldi. Ásthór gengur í sitt ból alklæddur að kveldi. Já. En svo sá ég það náttúrulega ef að fleiri fara dæmi Ásthórs þá endar þetta náttúrulega með óskupum. Eymd og voði ógna hér, öll mun fjúk í skjólin ef Íslendingar ætla sér alklæddir í bólin. Já. Hákon, vilt þú byrja? Með Ásthór? Já. Já, þetta náttúrulega... Ekki ortur þetta sjálfur. Nei. Nei. Kona mín leiðbeindi með þetta. En það er kannski þá að þú byrjir, já, undarleg frétt, já. Þetta er svona einhvern veginn eins og þetta sé hjá, þetta var furðuleg frétt og var í 2 blöðum, var fyrst í Dagblaðinu og síðan var meira þetta í Fréttablaðinu. En það sagði frá því að, þetta var í desember, að bæjarbúar á Sauðárkróki ættu erfitt með að sætta sig við karlmann þar í bæ sem var ástfanginn á dúkku. Ég veit ekki, ég las þetta, voru einhver fleiri sem að lásu þessar fréttir? Já. Fór ekki fram hjá nokkrum manni? Nei. Ég veit ekki, og hann var til vandræða því hann var með þessa dúkku í innkaupaferðum og leitt hana bæinn og þau sáðu saman sitjandi út í haga. Ég veit það ekki, mér fannst þetta svolítið sérkennilegt og vil þess vegna fá menn til að yrkja þetta. Hákon? Já, mér finnst þetta náttúrulega ekki til þess að tala um. Margt ljúft sem lífið gefur falt og löngunin á margvíslegu sviði. Skagfirðingar geta elskað allt og ætti að fá að gera það í friði. Það er nú ekkert hægt að fara með vísur og eftir svona, sko. En ég verð nú að segja það að ég svona kenni brjóstum blessaðan mannin, sko, og fannst þessi fjölmiðla umfjöllun öll svona leiðileg fyrir hans hönd og Skagfirðinga. En fór nú að setja mig í hans spor. Já. Ein daman undurfín, ekki þarf hún hýjalín, blásin upp svo brjóstið skín, dansi, dansi dúkkan mín. Ég hef séð þetta sem mikla kjarabót fyrir afskekkta bændur. Ég hef heyrt fyrir mér hvernig bændur myndu í afdölum syngja og róa fram í gráðið með svona dúkku. Ýmsir dúkkur ákaft lofa, eru þær hið mesta þing.
Gummidís í Dalakofa dreymir margan Íslending. En ég vil minna þessar á það að jafnaldri minn Cliff Richard, hann söng Living Doll fyrir 50 og eitthvað árum. Og ef ég ætti að syngja það á íslensku, ég gæti nú komið á þess að ruglast, þá er það einhvern veginn svona. Ég fekk mér alla bráeigust og bestu gummidúkkuna. Blíðum var og myndi mig á skæslegustu hjúkuna. Ég tók hana í bíltúr, já, ég bauð henni upp í súkuna. Ég dýrkaði og dáði í turvöxnu dúkkuna. Sérðu á henni hárið, alveg ekta og augu svo blíð og skær. Hún var alltaf jafn upplögð, aldrei í fílu þessi yndislega mær. Hún var mér svo kær að ég fór að kafa eftir hennar hugsunum og kynna fór mér það sem kannski passaði dúkku löngunum. Ég sé nú eftir því. Því núna hún farin að halda fram hjá mér með vin sínum og fer í ból með ramasknúna drauma prinsinum. Já, ég fór nú bara, ég fór bara að velta fyrir mig hvað þetta gerðist og þetta á Sauðárkrók. Og ég ætla nú, ég nú almennt hlynntur ástinni og mér alveg sama sko þó hann hafi orðið ástfanginn af dúkkur. En svona þetta hjá mér, sumir státa af andans auð, aðrir stunda klúður, en fólk sem kennir sig við sauð, sjálfsagt elska brúður. Já, þetta nú til frekar einfalt hér. Óalandi og óferjandi hann víst í þessu standi. Að leggja ást á dúkku dauða dirfist hann á króki sauða. Já. Mér datt hins vegar í hug, sko, þetta með, ég bara hafði ekki heyrt þessa sögu með Ólínu á hnjánum og Ómar í seltinu. Nei, ekki. Nei, ég bara fór alveg fram hjá mér. En ef þú kannski búin að yrkja þá getur látið okkur heyra. Buxur Ómars týndar og í einu traustu orði tómar. Fagurmálið Ólína á hnjánum undir borði Ómar! Jæja, ég vil að taka hér síðasta yrkisefnið. En það, nú ætlum við að fjalla það að dönsk skattayfirvöld sendu þarlendum gleðikonum bréf á síðasta ári og kröfðu þær að gera grein fyrir tekjum sínum og skila framtali. Þetta þótti dönskum gleðikonum hinn mestan hneysa og skelfileg tíðindi og vildu þær meina að stéttin væri svo nauðsynleg að hún ætti að vera undanþegin álögum sem skattar eru. Og eins nefndu konurnar að yfirleitt væru í greininni nánast einvörðungu einstæðar mæður og væru þarna aðeins að ná sér í vasapenning. Ég veit ekki, það ábyggilega hægt að sjá á þessu einhverjar skondnar hliðar og þess vegna langar mig að þú byrjir Samúel. Já, það bara svona. Gleðikonum það ég þekki þykir hart og líka illt að mega ekki elska svart. Margt það sem amar afar hart, en ráðlegt mörgum reynist það að ríða svart. Já. Ómar, vilt þú gera þér mat úr þessu? Hittu nú við, þetta var já út af konunum. Já, dönskum. Já. Ég var fyrst aðeins út af henni Ólínu og dúkkunum.
Þú hefur... Oft fögur gúmmí kona kræsileg og kannski almest fyrir ofan snjólínu. Það alveg sama hvað hún æsileg, engin dúkka jafnast af við ólínu. En ég horfi nú á þetta meira svona frá bara sjónarmiði endurskoðandans míns, sem í þessu tilfelli undirskoðandi. Já. Það alveg gott og gilt að gamna sér við kynlíf vilt, en ýmsum við það yrði bilt ef það verði framtalsgilt. Og þetta náttúrulega sko bara slys, mér finnst það bara slys, og bara óhapp ef að fara að skattleggja þetta. Það það bara svipið svona eins og uppákoman manstu þarna í sjónvarpinu í fyrra, þeir voru að dansa þarna parið og brjóstið kom út. Já. Á parið var púað af vonum, poppað út brjóstið bert, að ekkert datt út hjá honum þó guðsþakkarvert. Já, þetta með vændisskattinn. Já. Já, ég segi nú bara þetta. Allt gróða orðin lind, yfir völdin mörgu flíka. Ef þú drýgir erfðasynd, áttu skatt að borga líka. Jú, jú. Ég lít nú á þetta frá náttúrulega kirkjumannsins sjónarmiði og fer mjög pent í þetta. Litla mannsins löngum lífsins stígur brattur, þunga ábyrgð þjóðin ber, þetta vondur skattur. Leyfum þeim að lifa á litlu fasteigninni og taka sínar tekjur hjá tækjalegu sinni. Jæja, gott fólk og góðir gestir og hagyrðingar, við förum að ljúka þessu. Það ekki nema þið hafið eitthvað sem að þið viljið endilega koma á framfæri. Ég ætla aðeins að segja ykkur einna smásögu bara í lokinu, svo skal ég fara. Já. Það veist að ég búin að tínin. Á ég að segja ykkur einu á meðan. Já, láttu hana koma. Segðu þeim einu á meðan. Nei, mér datta í huga það var svolítið skondin uppákoma. Við héldum hagyrðingamót fyrir ári síðan fyrir vestan. Þá var svolítið skondin uppákoma. Einn af hagyrðingunum bóndi í Dýrafirði, nei, í Önundarfirði. Og hann hafði ætlað að skera hrút, sem sagt slátra hrúti þarna fyrr daginn. Og þegar hann að skera hrútinn þá, að því svo náttúrulega vestfirskir bændur náttúrulega svona hagsýnir, þá ákvað hann að gelda hann í leiðinni. Og hann ætlar að snara annarri hendinni sem sagt milli lappanna á hrútnum og gelda hann þarna í sömu svifum, en þetta var vestfirskur hrútur. Hann lét ekki gelda sig, ekki dauðan. Og hann sparkaði sem sagt í bónda þannig að lagið kom á höndina á honum og hann mætti slasaður á hagyrðingamótið. Og þetta varð okkur náttúrulega tilefni til yrkinga og að því ég nú stolt af þessu framtaki hrútsins og Vestfirðingum almennt og yfirleitt, að þá finnst mér nú allt til að leyfa ykkur að heyra þessar tvær vísur sem urðu til. Frækin varðist fjallanna son, fram á heiðar var eltur. Aðeins á dauðanum átti hann von, en ekki að verða geltur. Nú bóndi þarf sár að sápu þvo og súpa á heitu toddi, því andóf hrútsins má orða sem svo, over my dead body. Ef Hákon enn að yrkja. Já, þetta bara smá. Þetta alltaf, ég skal líka leggja þetta til. Þá var ég að hugsa að skilja hinn ekki út undan að því Ómar fekk vísu áðan.
og ætla ég að punda Ólínu. Ólína er kerling köld, karlun á að barna fjöld, fættist mitt á fréttaöld, fullun hefur rektorsvöld. Það var út af þessum, Heyrðu, takk. út af þessum vandamálum við gleðikonur almennt. Já. Þá ætla ég að segja bara þetta. Engist margur Adams sonur, þetta verður varla friður. Hvað á að gera við gleðikonur? Gettu bara leggja þær niður. En má ég fara með eina vísu Samúel? Þakka Því kærlega að fyrir. hann var nú að yrkja á mig. Já. Þannig er að mikill vinur minn Baldur Jónasson er mikill hagyrðingur, húsvíkingur að ættu uppruna og er stattur hér í salnum. Og við sátum og vorum að spjalla þetta kvöld í kvöld fyrr í dag og fórum að tala Samúel. Og hann fræddi mig á því að Samúel rappar og hann ríður hestum og hann gerir ýmislegt svona. Svo ég stakk upp á því við reyndum að yrkjum hann og byrjaði. Íþrótt marga iðkar hann. Ég komst aldrei lengra því Baldur kláraði. Já. Íþrótt marga iðkar hann, alltaf slær hann metið, rappar dátt og ríma kann, ríður sjaldnast fetið. Einu sinni var Baldur að stríða mér á því að ég byggi í Kópavogi, þótti það nú með frekar aumt, enda sjálfur í miðbæ Reykjavíkur. En ég vissi nú að eitt er það sem Baldri þykir betar en annar matur, fyrir utan náttúrulega Húsavíkur hangikjöt, og það eru orabönir. Og þess vegna orti ég nú í hans orðastað: þykja mér bestar af þingeskum hrút, þéttreyktar síður á hverju trogi, það góðmeti ávallt tekið út með orabönum úr Kópavogi. Svo náttúrulega datt mér nú í hug að ég er með mjög tvíraða vísu, ég bið ykkur að hlusta vel, vegna þess að hún er ekki eins slæm og hún hljómar. Nei. Þetta er Þórð sem er náttúrulega búinn að kenna ungu fólki þetta glæsilega tungumál okkar árabil með glæsilegum árangri. Og vísan er svona: hann unir sér við nemendurna ungu, augnablikið fast og markvisst gómar, ofan í þá gjarnan treður tungu taki sem að miklu betur hljómar. Og svona til að brýna Hákon af hinum endanum til dáða, og þá kemur hérna einum veiðimanninn og náttúruvinnin. Á heiðinni Hákon mun skjóta, á hreindýr og náttúru þrjóta. Ef hvæða er þrót eða kemur á skot, af karli þeim högl munu hrjóta. Þegar ég lít hérna á hana Ólínu, að þá sko er svo gaman að horfa á svona konu sem er alveg sko ennþá flottari en hún var þegar í gamla daga. Rauðhærð og fín sko, og ég vil ekki hafa neitt öðruvísi, og mér finnst þess að svo grátt eftir að svona glæsilegt fólk jafnvel er að fara til lítalæknis og hérna þetta er ekki hægt sko. Ég er á móti þessu, ég myndi aldrei hleypa þeim í veski hjá mér og ég ætla að rökstyðja mjög, og Ólína skilur þennan rökstyðning sérstaklega. Já, hann er svona. Þetta er hræddur að ég þurfa að fara að leita til lítalækna. Nei. Ég er að segja bara sem dæmi sko að við erum öll svo falleg hérna. Og þú skilur þessa vísu mjög vel, Ólína mín, hún er svona. Ég kalla þetta bara líta idiot, sko, þeir sem eru að reyna að skera fólk þó það sé ekkert að því. Líta idiot ekki fer onni í buddu mína, því það sem ljótast á mér er ég aldrei þarf að sýna. Ómar. Hákon. Mér fannst þetta svo skynsamlega mælt hjá Ómari. Ég verð að senda honum vísu. Ómennilegt. Já. Alltaf veður elgin kátt, andan seður glaður, Ómar kveður ætíð dátt, enda séður maður. Já, mér var uppálagt hjá honum Kristjáni hérna að ég skyldi hlusta vel eftir fréttum ef eitthvað ekki væri bæra góma svona nýstarlegt, og mér finnst nú bara almerkilegast ég heyrti í fréttum undanfarandi í daga, það er þetta að alþingismenn eigi að fara úr sparifötunum. Já. Mér datt þá í hug þessi vísa, mér dettur ekki í hug að vera að yrkja félaga mína hérna.
miklu betra yrkjum hérna alþingismenn. Spari fötin fyrir bí, sem fyrir ber að þakka. Það er langtum betri að ljúga í lífa í skalla jakka. Hákon, þá er komið að þér, eða ekki? Jó, kannski. Nei, það er nú svona, ég veit að við öll hérna, við höfum verið meira og minna beðin að yrkja fyrir fólk og þá afmælisvísur og eitthvað fallegt. En ég lendi að frændi minn hringdi mig og sagði mér, heyrðu, ég er í vandræðum núna. Ég gleymdi afmælistegi konuna minnar og hún er dálítið mikið reið við mig. Hvað á ég að gera? Jú, ég getur ekki búið til fallega vísu fyrir mig. Jú, ég skal gera það. Ég hef enga stunda tíð. Það er nú fljótur að búa til eitthvað svona væmið. Og ég gerði það og vísa maður svona: þú ert ung og yndisfríð, augun ljóma, þú ert mild og munar blíð og mér til sóma. Já, hann held að þetta hlyti nú að duga. Og svo fer með þetta. Svo hringir hann í mig aftur og segir: nei, heyrðu, hún sagði við mig að það þýddi lítið fyrir mig að vera hringja í frænda minn og láta hann bjarga mér út úr vandamálunum með einhverju djöfusins væmnissu bulli. Þetta var nú bara verra, sagði hann. Svo ég sagði: já, það er til ein góð setning íslensk og það er að láta sig hafa það. Og ég sagði: skildi, hringdu í mig eftir svona 20 mínútur, ég skal þá vera tilbúið með aðra og við skulum sjá hvað hún segir þá. Og þegar hann hringdi aftur, þá var ég tilbúið með næstu. Og hún var svona: konan mín er ekki léttfætt lengur, lífsklukkan gengur. Með aldrinu byrjar húðin að herpast og hrukkurnar skerpast. Enginn fær vikið af örlagaveginum, afmælisdeginum. Veröldin hleður árónum á hana, það er óskup að sjá hana. Svo heyrði ég ekki frá hann, ekki allt þetta hefði nú gengið og svo hringdi ég nú í hann samt nokkru seinna og segi mér: jæja, hvernig gekk þetta? Hvað sagði hún? Ég veit ekki, hún er hjá mömmu sinni. Vilja menn Ólmir koma að staðu með vísu eftir þetta eða við láta þessu lokið? Það er hérna eitt sem er eftir að klára sem ég myndi vilja fá aðstoð við, en það var svolítið maður sem ég var leiðsögumaður í rútu hjá og hann var askoti vígalegur og sagði mér, þegar hann búinn að keyra eins og brjálæðingur hér Öræfin: þú er að búa til dráp þetta, hvað er góð vísuri? Og ég byrjaði svona og það er svona: ekki eru brautir beinar hjá bílstjóra sem heitir Einar, keyrir brattar, klettar, hleinar, kona í bílnum veinar. Moldar götu mjór stígur, myndast undir bílnum gígur, rútan yfir fjöllum flýgur, fólki á sig mígur. Og þá baða mig að hætta. Og þá látum við þessu bara lokið og þökkum fyrir okkur í kvöld. Takk.
Þetta var hagyrðingamót á NASA, hljóðritunin gerð 17. febrúar síðastliðinn. Kristján Hreinsson stjórnaði dagskráni, auk hans komu fram hagyrðingarnir Ólína Þorvarðardóttir, Ómar Ragnarsson, Samúel Örn Erlingsson, Þórður Helgason og Hákon Aðalsteinsson. Nú hljómar tónlist með Laugardalskaffinu. Dæna Sjór syngur nokkur lög. Fyrst eru það New Fangled Tango eftir Carr, What Can I Say eftir Say I'm Sorry eftir Lyman, Love and Marriage eftir Kahn og You're Driving Me Crazy eftir Walter og Donaldson. I got a new fangled tango, and there's nothing to it. You just sort of stand there and just sort of do it. You cling close together, there's no wasted motion. A new fangled tango, an old-fashioned notion. The floor may be crowded, but that doesn't matter. It's not necessary to move. Don't move, why move? The floor may be crowded, but that's all the better. It's just like romancing while dancing. Who's dancing? Oh, you start off with one step and cling to each other. And you know how one step can lead to another. Oh, there's nothing wrong with a waltz or fandango. But oh, what can come from a newfangled tango? You cling close together, there's no wasted motion. A newfangled tango, an old-fashioned notion. The floor may be crowded, but that doesn't matter. It's not necessary to move. Don't move, why move? The floor may be crowded, but that's all the better. It's just like romancing while dancing. Who's dancing? Oh, you start off with one step and cling to each other. And you know how one step can lead to another. Oh, there's nothing wrong with a waltz or fandango. But oh, what can come from a newfangled tango? Newfangled, 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 newfangled tango. What can I say, dear, after
I'm so sorry, dear. But what can I say, dear, after I say I'm sorry? I'm sorry. Love and marriage go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. Try to separate them, it's an illusion. Try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage. Ask the Ærið margt hér illa fer, ýmsir glóru missa, flugvöllurinn fer og fjandinn stendur hissa. Já, ég myndi það núna, ég á nú kannski smá þessu flugvöllinn, ég getur eiginlega sungið það. Því ver ef hann fær að vera hér, en verra ef hann burti skvera sér. Spurning hvað hann á að gera hér, verður hann völlur að fer. Solla það samti að setja hann mýrina í. Samt hún nú alveg orðin á mótið því. Hrafnin hann vill byggja, blokkir alveg spes. Bara ef enginn þeirra verður sett í Laugarnes. Því ver ef hann en þá ver ef hann fer alla leið út á Löngusker. Því ver ef hann fær að vera hér, en verra ef hann burti skver sér. Spurning hvað hann á að gera hér, verður hann völlur að fer. Verður völlur þarna eða hér, verður völlur hérna eða fer. Já, það var náttúrulega mikil hóvarð fólkinni því að þykjast hafa glemt þessu. Já, ég rugglaði síðan, sko, verður völlur þarna eða hér, verður völlur hérna eða fer. Já, það var það. Það var það sem ég glemdi. Já. Eitt orð. Já, eigum við ekki þá að byrja á riðu, gin og klaufaveiki, smáfugladrápi, álftadrápi og landbúnaðarráðherra. Já, mér skilst að yfirdýralæknir hafi ætlað að standa hér á Suðurströndinni og mæta farfuglum. Hann markaði ákveðin kvóta og hann eitthvað á þessa leið. Það nauðsyn ég þegar bani þessum farfuglum. 8 þröstum, 1 svani og 11 branduglum. Ómargar þessu vel. Já, það þetta með gin og klaufaveikina. Ég ætla að reyna að rýma móti því, gin og klauf. Gott einlægt ástargauf að eiga kvenkyns vin með rauf. Kvöldsins röðull róð og lauf, rjálað við gin og klauf. Þú ætlaði ekki að breyta þessi 6 hendur. Af ekki. Já, mér það. Nei, ég láta þetta. Hvernig var þessi fyrripartur aftur sem þú fékkst af því? Gott einlægt ástargauf að eiga kvenkyns vin með rauf.
kvöldsins röðull og róðalauf rjálaði við gín og klauf. Ég átti nú við gín með klauf. Þennan fyrirpartar sem var spurt sko af hverju þú gætir engu svarað með nema klámi. Þetta er alveg snill. Ég held að væri ekki hægt að blanda saman gín og klauf og klámi. En svo lengi lærir sem lifir. Gjörðu svo vel Samúel. Já, þakka þér fyrir. Ég ætla að halda áfram þá. Sko, ég sé þetta svolítið öðrum augum. Ég kom við á Bretlandi núna fyrir nokkrum dögum og hérna sá þetta svona hvernig sá þetta eins og Bretar sjá það svona í örstutta stund. Þeir hafa þessu miklar áhyggjur. Og Írar vinir mínir sögðu sko að englendingar væru með fótinn í munninum þegar þeir höfðu svo miklar áhyggjur. Þetta heitir náttúrulega foot and mouth disease upp á ensku. Hins vegar spurði nú eitt skólafélagi minn að því fyrir mörgum árum sko hvernig lýsir gin og klöfuveiki sér og það var annar félagi okkar sem að svaraði því fljótt og vel. Skemmtana glaður maður með reynslu. Hann sagði menn verða klaufalegir hreyfingum og frekir til ginsins. En ég ætla að sjá þetta með hennu írska auga og yrkja fyrir hönd Írans til englendinga sem eru í því líkum ósköpum staddir. Að bæta þau ósköp enginn kunni, ekki það gerist þrengra, þeir eru flestir með fót í munni og fara vist ekki lengra. Ragnar Ingi, gjörðu svo vel. Já, ég var bara að velta fyrir mér þessi með smitleiðirna sko og ég sé hver er alvarlegasta smitleiðin á Íslandi ef að svo fer fram sem horfur. Ég bara ætla aðeins að koma að því. Guðni ætti að gæta þess að ganga sveitir klárar þess en hafa stjórn á höndunum og hætta ká á dýrónum. Já, þessi er náttúrulega skyld vísu sem ég orti sjálfur daginn. Ef stjórnarliðið stöðugt má stunda ástarleiki frá Guðna kannski gripir fá gin og klaufaveiki. Jóhannes, gjörðu svo vel. Já. Ýmsir verða vatna músum, vondir þættir á kreiki, raun þegar ríða húsum, ríða, gin og klaufaveiki. Þá skulum við fara að prjóna fram við eins og það stundum kallað. En þá kem ég með botninn. Í góðærinu gildir samt að græða meir en ella. Myndi þessi vísa þurfa að enda og ég ætla að biðja Jóhannes að byrja. Í góðærinu gildir samt, já. Heyrðu, þetta er seinni partur þarna, já. Já, eyðslu fárir ýmsum tamt, einætt mun það hrella. Í góðærinu gildir samt að græða meir en ella. Takk fyrir það, þessi er góð. Ragnar Ingi. Já, að elta gull er ýmsum tamt, það er nú bölvuð della. Í góðærinu gildir samt að græða meir en ella. Já. Þetta hljóma nú ekkert ósvipað, ég hristi þetta nú bara beint út af einkalífinu. Af því ég voða vinnusamur maður. Að auka vinnu er mér tamt, ergist þá mín kella. Í góðærinu gildir samt að græða meir en ella. Ómar, vilt þú vera næstur? Já, víst það hrökkva virðist skamt að vera fatafella í góðærinu gildir samt að græða meir en ella. Það var sagt að það hefðu svo lítið upp úr þessu nefnilega. Já, og fella þá öll föt. Svo ég haldi mig við efnið. Já, haldi við efnið. Fara þá úr öllu til að græða meir en ella. Já, ennið. Jæja. Já, mér hefur verið talið tamt úr trogi auðs að hella. Í góðærinu gildir samt að græða meir en ella. Já. Veit, gjörðu svo vel. Íhaldi er ansi tamt, öryrkja að fella. Í góðærinu gildir samt að græða meir en ella. Og þá er hér annar botn að það var þannig á þingi að
ágætur og greindur maður vildi að til að færa nú ekkert fram hjá þjóðinni á hvaða þingmenn hún væri að horfa, að þá yrði settur fáni fyrir aftan forsetann, íslenski fáninn, þannig að það ruglaðist nú enginn. Og Guðmundur heitir hann Hallvarsson sá, og botninn minn svona: en Guðmundur á þingi þarf þjóðarinnar fána. Samúel, þú mátt kannski byrja þessu. Já, ég náttúrulega reyna að eyðileggja þetta fyrir þér eins og ég mögulega get. Ég ætla að slátra þetta einu eni. Já, af því að Guðmundur svo mikil skipstjóri. Sigldi fyrir sunnan hvarf, hóað roðna og blána, Guðmundur á þingi þarf þjóðarinnar fána. Já. Einn þekki ég íhaldsskarf, sem illir vilja smána, en Guðmundur á þingi þarf þjóðarinnar fána. Ég sá fyrir mér Guðmund sveipa fánanum sig. Já. Í ákveðnu skíni. Ekkert skýlir aumum skarf, allsberum byrja aftur. Ekkert skýlir aumum skarf, allsberum í sána, en Guðmundur á þingi þarf þjóðarinnar fána. En við förum beint í þriðju yfirreið og þar skal fyrstan frægan telja hundinn Hannes. Fólk hefur heyrt talað þennan hund. Það var sagt, Illugi sagði það hérna Jökulsson í sjónvarpinu daginn, að sá maður sem ætti Hannes Holmstein þyrfti ekki hund, og þá var það svolítið munur á því að sagt að það sé hundur í mönnum eða þá að þeir séu hundar, en mér fannst þetta allt í lagi yrkisefni og ég ætla að biðja þig, Samúel, að byrja. Sjáu þau ósköp og undur, enginn þau meiri tel, Hannes íhaldsins hundur, hleypur og geltir vel. Ragnar, gerðu svo vel. Já, ég gerði þetta limru, ég sá fyrir mér svona voffa. Þetta var myndrænt, sko. Voffi. Á skjánum oft sjón að sjá hann, svo sannferðan, léttan og knáan. Hann hoppar og geltir og húsbóndan eltir og allir vita hver á hann. Jóhannes, gerðu svo vel. Já, mér þetta nú fyrst í hug vísa sem ég gerði einu sinni. Döft víða dags í þungum önnum. Daprast flugið ungum jæmt sem frumum. Ljóst að hundur í mörgum mönnum og meira segja fleiri en einn í sumum. Ómar, gerðu svo vel. Já, þetta Hannes, sko. Það sagt hann þýði lund og þrautirnan lini, en sá þarf ekki að hafa hund sem á Hannes að vini. En ef við ekki þá að fara strax í súludansinn og þetta heimsmet sem að Íslendingar virðast eiga í að glápa á konur sem dansa við súlur. Já, það allt í lagi, og það þá allt í lagi bara að taka sko annað sem að Íslendingar tóku strax heimsmet í, og það var þegar að hjálpa þetta ekki banki ástarlífsins kom. Já. Þá urðu bara bændur upp til afdala, alveg yfir sér hrifnir af gúmmítúkum. Já. Og ég ætla að kveða þessa. Já. Ýmsir dúkkur ákaft lofa, eru þær hið mesta þing. Gúmmítís í Dalakofa dreymir margan Íslending. Straumur nýr hér vonir vekur, vermur röðull auðnar sand, öndvegi súlur okkar rekur upp á klámsins gósen land. Já, hlustendur góðir, hætta skal hverjum leik þá hæst stendur. Og á þeim nótum ljúkum við umfjöllun hagyrðingakvöld sem haldið var af Lions Klúbbi Kópavogs þann 16. mars síðastliðinn. Í umfjölluninni var ýmsu sleppt, en ég ætla þó að leyfa mér að vona að skemmtunin hafi komist til skila. Ég þakka þeim sem hlýddu, lifið heil.